þegar Gabriel engill sagði Maríu og Jósef að þau ættu von á alveg sérstöku barni. Svo óx barnið og dafnaði í maganum hennar Maríu þangað til að litli strákurinn var tilbúinn og þurfti að fara að komast út. Þá gerðist svolítið. Það kom hermaður til Maríu og Jósef og sagði að þau þyrftu að fara í ferðalag alla leið til Betlehem til að skrifa nafnið sitt í stóra bók fyrir keisarann. Og þau þurftu að fara af stað þó hún væri komið með risastóran maga. Og þetta var löng leið. Þegar þau loksins komið til Betlehem var barnið alveg að fara að koma út og það var nótt og þau þurftu að finna sér einhvern stað til að vera á. En öll hótelin voru full, það var hvergi pláss fyrir þau. Einn gistihúseigandi fann til með þeim og hann sagði, vitið þið hvað, ég er ekki með laust herbergi en þið megi fara í fjárhúsið mitt. Fjárhús, það er hús fyrir dýr. En Maríu og Jósef höfðu ekki neitt annað. Svo þau fóru í fjárhúsið og þar fæddist litla Jesúbarnið. Á sama tíma voru hirðar út í haga. Hirðar passa kindur. Og það var nótt og þeir voru þreyttir en allt í einu brá þeim því það kom risastórt ljós á himninum og það var engill sem sagði við þá, þið þurfið ekki að vera hræddir, ég er með frábærar fréttir. Frelsari heimsins er fæddur og þið fáið vera fyrstir til að sjá litla barnið. Nú skulið þið fara til Betlehem og þið munu finna barnið í fjárhúsi með mömmu sinn og pappa þar sem hann liggur í jötu. Og þegar engill var búinn að segja þetta, þá fylltist himinninn af englum sem að sungu fallegan söng og lofuðu Guð. Þegar að himinninn var aftur orðinn dimmur, þá hlupu þeir af stað og þeir fundu fjárhúsið þar sem Maríu og Jósef voru með litla barnið. En það voru fleiri sem fengu fréttirnar. Því langt í útlöndum voru svokallaðir vitringar. Þeir voru rosalega klárir, voru svona stjörnufræðingar, alltaf að skoða geiminn og þeir tóku eftir því að það var komið ný stjarna á himinin. Og þeir töluðu sín á milli og sögðu, þetta getur bara þýtt eitt, að konungur er fæddur og mjög merkilegur konungur. Komiði, við skulum fara af stað og finna þennan merkilega konung. Og þeir fóru upp á úlfaldana sína og fylgdu stjörnunni. Og hún leiddi þá áfram margar nætur þangað til að þeir komu til Betlehem. Og auðvitað, þá fóru þeir fyrst í höllina, því þar búa náttúrulega flestir konungar. En í höllinni var ekkert lítið barn, svo þeir héldu áfram að leita. Og nóttina eftir sáu þeir að stjarnan stoppaði fyrir ofan fjárhús. Þeir voru hissa á þessu, ætli þetta sé einhver dýrakonungur. En þeir fóru inn í fjárhúsið og þar fundu þeir Maríu og Jósef með litla Jesúbarnið. Og þeir voru með fallegar gjafir sem þeir gáfu foreldrunum og litla barninu og þeir áttuðu sig á því að þetta var svo sannarlega merkilegur konungur þó hann var í öðruvísi heldur en allir aðrir konungar í heiminum. Kæru fermingabörn, þetta er búið að vera skrítið haust. Þið bara taka við vídeó frá okkur viku hverri og í síðustu viku fenguðu verkefni sem ekki allir eru búin að leysa. Ég hvet ykkur til að klára það. Matthildur sagði hér jólaguðspjalli, þessa merkilegu helgisögn jólana sem það er svo magnað að heyra hana vegna sem við lærum svo mikið. Og sagan segir, Guð býr í fólki. Það fæddist lítill drengur sem birti okkur eðli Guðs og það var hann Jesús. Og mammans Maríu og Jósef, þetta var bara fátækt erfiðisfólk, en þau fengu þetta dásamlega hlutverk. Og þannig er það, við fáum öll hlutverk í lífinu og það fer ekkert endilega eftir menntun eða peningum eitthvað slíkt. Allir fá sitt einstaka hlutverk. Og mér langar að segja það, svo sagði Marta frá því að fjárhirðarnir hefðu fengið að koma. Fjárhirðarnir voru verkamenn. Þeir voru bara út á Betlehemsvöllunum að vaka yfir öllum. Þetta var ekki menn sem bárust á. En þeir fengu fyrstir að hitta Jesú, hinn einstaka Guðsson. Og það er svolítið fallegt. Og það er engill, það var sendiboðinn. Það er nefnilega englar eru sendiboð Guðs. Þess vegna getur þú líka verið engill, veistu það. Ef þú berð með þér gleði og gæfu inn í líf annarra, þá ertu engill. Og svo var það þannig eftir að Jesús fæddist, þá gerðist það sem gerist núna út um allan heim og hefur gerst
alla tíð, að þau eru að flýja undan hræðilegum konungi og þau voru þess vegna flóttamenn. Þannig að Jesús var flóttabarn þegar hann var lítill. Þessi saga, hún kennir okkur margt. Hún kennir okkur það að öll höfum við hlutverk í lífinu. Hún kennir okkur það hvernig Guð birtist í litlu barni. Hún kennir okkur líka það að Guð býr í okkur. Hún kennir okkur líka það að englar Guðs, sendiboðar Guðs, þeir koma oft með boðskap til mannana en það sem að kennir okkur það er það líka að konungur kærleikans er fæddur. Jesús var og er konungur kærleikans vegna þess að hann kom alveg með nýjum hætti, með nýjan boðskap og það hafið þið lært í biblíusögunum allan vetur. Kærleikur, kærleikur, elskið, elskið. Og ég hlakka til krakkar að hitta ykkur á nýja ári, vonandi verða strax breytingar í janúar, en þið eru búin að vinna vel með því að horfa á vídeón, streymið, skila verkefnum og vera með. Ég er stolt af ykkur og bara við gefum ykkur gleðileg jól krakkar og bara njótið hátíðarinnar í meiri einfaldleika en oft áður. Ég segi bara bless, bless hérna á Vítalinskirkju.